Iðnaðar- og viðskiptaráðherra segir nauðsynlegt að uppræta kennitöluflakk en styður þó ekki frumvarp þingmanns Framsóknarflokksins málið. Ráðherrann óttast að það sé of íþyngjandi fyrir nýsköpunarfyrirtæki og með annað frumvarp í smíðum. Karl Garðarsson, þingmaður Framsóknarflokks, lagði í dag fram á Alþingi frumvarp kennitöluflakk. Þar eru lagðar til breytingar á lögum hlutafélög og einkahlutafélög þess efnis að stjórnendur megi ekki hafa verið í forsvari fyrir 2 eða fleiri gjaldþrotafyrirtæki á 3 ára tímabili. Markmiðið með þessu frumvarpi ágætt og ég deili því með flutningsmönnum þessa máls að það þarf að uppræta kennitöluflakk. Hún efist hins vegar að frumvarp Karls virki eins og best verði á kosið. Vegna þess að áður en þú ferð að beita svona íþyngjandi aðferðum betra að vita hvort að þær aðferðir muni skila árangri og hvort að við séum að ná til þeirra sem eru í þessari starfsemi. Hún telur frumvarp Karls of íþyngjandi fyrir nýsköpunarfyrirtæki þar sem menn þurfa oft á tíðum að gera margar tilraunir með rekstur. Og aðgerðir sem þessar letja fólk frá því að stofna fyrirtæki og einnig letja þar fólk frá því og sérfræðinga kannski sem eru að aðstoða fyrirtæki á fyrstu stigum við að setjast í stjórnir fyrirtækja vegna þess að það vill jú enginn setja sitt góða orðspor í hættu í svona tilfellum og þess vegna mun ég ekki styðja þetta frumvarp. Hvers vegna ekki komið fram frumvarp frá þér? Nú 3 ára að verða liðin af kjörtímabilinu. Vegna þess að við ákváðum að fara eftir vandlega skoðun fyrst í þær breytingar sem gera þurfti til þess að bæta gagnaöflunina. Mörg fyrirtæki sem eru vel rekin og hafa gengið vel í áratugi urðu ekki kannski til í fyrstu tilraun. Þannig að þetta er samspil og jafnvægislist sem að þarf að feta en umfram allt þarf maður að vera viss það að tækin sem maður beitir að þau virki en séu ekki til þess fallin að hefta þá sem eru í atvinnustarfsemi af heiðarleika og með sitt allt á hreinu.